Vilhjálmur Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Formaður og góður ráðsfulltrúar, ég kýs að taka til máls aftur að því að mér svolítið mikið í mun í þessu máli, mér finnst þetta að skipta miklu máli. Og manni bregður svolítið í brún þegar að vera að tala að það sé svona eitthvað utanfrá, einhver þrýstingur og einhverjir þungarviktar menn hér og þar séu jafnvel að tala það að þetta verði ekki seljanlegt nema þetta verði svona og svona, auðvitað það þannig að við erum að leggja til róttækar breytingar á lýðræðinu hér og hvernig fólk kosið, flokkakerfi og öðru slíku, auðvitað verður einhver andspyrna við því og þeir sem að standa nálægt í kerfi þetta ekkert hrifnir af því og það þarf ekkert að koma neinum ávart og ég held bara að okkar verkefni sé ekkert að reyna endilega að þóknast þeim hagsmunum, heldur gera það sem að fólki í landinu vill hvað sjá í sínu lýðræði og þá ekki síst að auka verulega möguleika til persónukjörs og ég hef einmitt líka skynjað það eins og fleiri hafa sagt hér, Erlingur held ég hafi verið að tillögur okkar í þess átt hafa verið svona með því vinsælasta eða svona meðal þess sem hefur fallið í bestan jarðveg hjá þeim sem ég hef heyrt í og heyri í umræðu svona almennt talað, auðvitað ekki kannski einhverjum innmúruðustu flokkshestum en svona almennt. Það alveg rétt sem að menn hafa bent á hérna, ég held að Ómar hafi talað það enginn að tala annað en að kjósandinn þetta alltaf að kjósa flokka, hann að setja krossa á kjörseðilinn, hver einasti kross ekki bara atkvæði tilteknum frambjóðanda, það líka atkvæði til viðkomandi frambóðslista sem að frambjóðandinn á og þráttur allt uppgjörskerfið sem að hér verið að vinna út frá og tiltekið í dæmi kosningalög sem að fylgir hérna með tillögu nefndar sé, þá það þannig að þingsæti eru prímært gerð upp til flokka, til frambóða. Það hér ákvæði það að frambóðun fá þingsæta fjölda í hlutfalli við heildarfylgi sitt. Þannig að þó að ég kannski setji krossa við eitthvað slatt af samfylkingarmönnum og svo laumast ég til að setja kross við einn eða tvo góða Evrópusinna í Framsóknarflokknum, þá það bara gott mál, þá ég bara að styðja Framsóknarflokkin sem því nemur og verðlauna hann fyrir það að hafa þó boðið þar fram góða einstaklingar sem ég treysti mig til að styðja. Og það bara ekkert að þessu, þetta bara fínt mál og það verður mikið lykilatriði í mörgu af því sem ég hef sagt, ég hef oft tekið hér til máls og talað þetta að nauðsyn þess að alþingismenn sitji í skjóli kjósenda og ekki í skjóli flokka. Og ef þetta ákvæði á að vera svona að maður getur bara valið frambjóðendur af einum frambjóðslista, það fer líka að hafa áhrif á hegðan frambjóðendana. Þeir eru þá að nokkru leyti bundnir því að fá að sitja á lista frambóðs af því að þeir vilja vera með í fylgi þess frambóðs. Það þráttur allt eins og ég segi þannig að hvernig eru gerð upp á frambóðsbasis. Og það þýðir, þá strax að mynda smá skuldbindingu frambjóðandans gagnvart frambóðinu, hann fá að vera á lista þess. En það þurfi ekki að vera einhvers staðar einn og yfirgefin á pínlitlum lista einhvers staðar annar staðar. Ég get skilir ákveðin rök, ég ekkert á móti flokkakerfinu sem slíku þannig séð, ég skil það alveg að flokkar eru mikilvægar stofnanir í lýðræðisþjóðfélagi og auðvitað verður það áfram þannig að fólk safna saman í stjórnmálasamtök utanum lífskoðanir og organisera sig þar og það verður boðið fram í nafni stjórnmálasamtaka og svo framvegis. Og auðvitað það sem þannig að þegar kemur að ríkisstjórnarmyndun og annað slíkt að þá skiptir auðvitað máli að það sé öflugur þingflokkur og þetta sé ekki allt tómir smáflokkar. En ég held að það gerist af sjálfu sér. Það líka veikt að bjóða fram pínlitla flokka, menn vita það alveg að þeir munu eiga erfiðleikum með að setjast í ríkisstjórn, þeir munu vera vissan hátt utangátta. Þannig að það eru hvatar allstaðar í kerfinu hvort sem til þess að mynda tiltölulega stóru og öfluga þingflokka. Og það mun bæði gerast fyrir kosningar og svo jafnvel eftir kosningar, menn ganga til samstarfs jafnvel minni frambóð sem að ganga til liðs við stærri einingar. Þar sjáum við gott dæmislega sem það Evrópuþingið, þar sem að út af sig alls konar hópar sem eiga þar aðkomu en þeir saminast í samtök innan Evrópuþingsins. Þannig að ég kaupi sannarsagna ekkert sérstaklega vel öll þessi rök gegn því þeir stóru afturför að taka þetta af kjósendum og taka það af lýðræðinu að þingmenn og fulltrúar okkar sitji í skjóli kjósenda beint. Þannig að aftur ég kalla eftir sterkum rökum fyrir þessari breytingu.
Nú, svo bara svona rétt í lokin að hýta sambandi við þröskuldin, sko þessi þröskuldur þarna 4%, hann í raun og veru þýðir að 2 þingmenn, það geti ekki verið minni þingflokkur en 2 þingmenn. Og það finnst mér nú persónulega allt í lagi, það annað bara einfallega erfitt og það líka pínlítið allt í lagi að gefa mönnum aftur þennan hvata til að rotta sig saman sem frambjóðendur. Að þeir verða þá allavega að sjá fram á að komast yfir þröskuldin. Ég held að það geti alveg verið, þó að kunna yfirborðinu virðast eitthvað ólýðræðislegt og í andstöðu það sem ég var að segja áðan, þá held ég samt að það sé nú ekki. Það að þingflokkur sé 2 þingmenn er ekki slæmt fyrir lýðræðið og þannig ég styð það og já, það er það sem ég vil sagt á að taka.